Já. En við byrjum á fréttum vikunar. Við fáum til okkar Katrínu Jakobsdóttur þingmann og Ævar Örn Jósepsson rithöfund, en við ætlum fyrst að kíkja á það sem gerðist í vikunni. Vikan hófst með því að hópur fólks mótmælti við og inn í Alþingishúsinu sem var til þess að lögreglan henti þeim út með tilheyrandi vandræðagangi. 7 voru handteknir. Viljið þið halda þessum aðgerðum áfram? Það getur við, kemur bara ljós. Þá styrktist krónan lítillega á mánudeginum eftir að hafa verið sett á hálfflot í síðustu viku. Árni Mathiesen fjármálaráðherra fékk titilinn versti bankamaður heims og fjármálaeftirlitið lauk rannsókn sinni á viðskiptum Birnu Einarsdóttur núverandi forstjóra Nýja Glitnis þegar félag hennar Melkorka keypti hlutabréf í bankanum sem aldrei gengu í gegn. Það má örugglega segja að ég hafi verið heppin. Ekkert rangt, segir FME. Þá var tilkynnt að Ríkisútvarpið fengi tæplega 3,7 milljarða króna ári með innheimtu nefskatts og aukast tekjurnar rúmar 600 milljónir króna ári við það. Á móti verður dregið úr umsvifum Ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði. Við ætlum ekki að veikja Ríkisútvarpið. Við ætlum hins vegar að hleypa meira súrefni inn á hinn frjálsa og einkarekna markað sem veitir ekki af á þessum tímum. Á þriðjudag héldu mótmælin áfram þegar reynt var að hindra ráðherra við að komast inn í ráðherrabústaðinn til fundar. 2 voru handteknir. Krónan byrjaði að veikjast á ný eftir að hafa styrkst tæp 20% í síðustu viku. Á miðvikudag óskaði viðskiptaráðherra eftir því við yfirvöld í Luxemborg, land sem lifir á bankalind, að þau veittu allar upplýsingar á öllum þeim fyrirtækjum og öllum þeim sem yfirvöld vildu fá upplýsingar Sérfræðingar bæði hér á landi og í Luxemborg telja kröfur ráðherra óraunhæfar. Í mínum huga þá virðist það vera ljóst að viðskiptaráðherra skilur ekki út á hvað bankastarfsemi, hvorki hér á Íslandi, né í Luxemborg eða í öðrum löndum, út á hvað hún gengur. Endurskoðunarfyrirtækið KPMG óskaði eftir því við skilanefnd Glitnis að það yrði leyst undan því verkefni að rannsaka gamla Glitni í aðdraganda bankahrunsins vegna tengsla. Þá var erlendum kröfuhöfum boðið að gerast hluthafar að íslensku bönkunum en áhuginn bara lítill. Það er ekki efst á óskalista að eiga íslenska fjármálastofnun í dag. Og í gær kom í ljós að halli á endurskoðuðum fjárlögum næsta árs verður 150 milljarðar króna. Beint tekjutap ríkissjóðs af bankahruninu er áætlað 70 til 80 milljarðar króna næsta ári. Ég held að þetta bæði framkvæmdastigið, skattahækkunin, niðurskurður velferðarbóta muni leiða til þess að atvinnuleysi á Íslandi verði meira og djúpstæðara. Þá lýsti Jónína Ben því yfir að hún væri gengin í Framsókn. Einu möguleikinn til þess að þessar raddir á blokkheimum annars staðar heyrist, það er að við sameinumst í Framsókn. Það hljómar eins og framboðsræða. Já, flott. Já, við ætlum að láta okkur vita að það er bilun í Digital Íslands og það er við að reyna að laga það allt saman, en fyrst eru það fréttir vikunar. Já, þau eru mættingar til okkar, þau Katrín Jakobsdóttir þingmaður og Ævar Örn Jósepsson rithöfundur, verið velkomin. Takk. Við kannski byrjum á Jónínu Ben. Hún hefur, hún er gengin til þess við framsóknarmenn og það má nú alveg skilja á henni að hún hafi áhuga á að fara í framboð. Hvernig líst þér á það? Er það ekki bara fínt? Ég held að það séu reynda mikla hræringar framundan í Framsóknarflokknum, ansi margir búnir að gefa kost á sér til formannsembættis eða eru að íhuga það, þannig að það virðist vera að það verði mikil degla þar á næstunni og margir sem hugsa stórt. Já, hvað segir þú um það? Jónínu og Framsókn? Já. Ég segi bara að það er gott að þau bæði. Það er bara mjög skemmtilega fréttir, sko. Já, og það verður fjör í Framsókn. Ég held að verði meira fjör í Framsókn núna heldur en bara nokkuð sinni fyrr. Já. Hvernig haldið að framsóknarmenn muni taka henni? Ég veit það ekki. Það er alltaf erfitt. Þeir bjóða náttúrulega kaffi og svona. Ég held að hljóta að vera góður hérna. Gott fólk í Framsókn. Já, hún segist reyndar aldrei hafa komið inn í Framsóknarhúsi, aldrei hitt þessa framsóknarmenn. Ert þú orðin hrædd þína stöðu? Bara áður ég veit að gengur Jónína Ben í VG. Eða þú í Framsókn. Eða ég í Framsókn. Nei, henni þetta það ekki. Það var einhvern veginn of langsótt, fannst mér. En er ekki bara fínt að fólk gefur kost á sér í pólitík? Minnst það bara flott, sko. En eins og ég segi, það verða einhverja mikla hræringar í Framsóknarflokknum núna eftir jólin. Mér held að stefni allt í það. Ekki bara í Framsókn, held ég. Og bara víðar og víðar. Það er nú alltaf verið vitlaust hjá íhaldinu núna. Já, þú meinar. Það er náttúrulega, ég sé ekki af hverju Bjarni Ben ætti að vera að segja þessi stjórnarformennsku og bauna á ríkisstjórnina, sína flokksforystu og ríkisstjórnina sem hann styður. Já, já. Nema að væri eitthvað svona í undirbúningi, hvað sem það er. Er hann að fara í formannsframboð? Hvort hann er að fara í formannsframboð eða hvort hann er bara undirbúið að segja að verða hinn nýji Bibi. Það er fínt að halda Bibi í dómsmálaráðuneytinu. Ef að Bibi fer þá kemur Bibi í stað.
ekki mjög líklegt að hann fái ráðherrastól? Það náttúrulega búið að vera svo saga lengi að það verði hrókeringar í ráðherraliði Sjálfstæðisflokksins á kjörtímabilinu og hann auðvitað þykir afar líklegur í þeim efnum. Og þessi yfirlýsing hans í gærum að hann væri svona snúa sér alfarið á stjórnmálunum virðist benda til ykkurs í þá áttina. En hvernig, þegar við náttúrulega fylgst með mótmálunum eins og flestir, hvernig upplifir þú þetta? Mér finnst það bara gaman. Mér finnst það bara mjög gott að Mér finnst það dapurt hvað við fækkað á Austurvelli. Já. Þetta var nú aldrei mikill fjöldi, 7.000 manns, 2,2% þjóðarinnar. Mér finnst það nú ansi mikill fjöldi í mótmælum á Íslandi. 7.000 manns, það er alveg hellingur. Já, ég held að það sé. Mér finnst það góð tala. Mér finnst það bara alveg svakalega mikið, sko. Hvenær höfum við séð það hér í mótmælum sem ekki ég meina, þetta ekki í NATO-ingangan eða eitthvað Já, kannski með við það eins og skoðanakannanir benda til að 90% landans sé óánægðir með störf Davíðs Oddssonar og það ekki eins og við lifum á stóru svæði, 2/3 búa á höfuðborgarsvæðinu og svo fækkar mjög þegar veður vott. Þetta lítur ekkert vel út. Mótmæli? Kunnum við að mótmæla? Já, Íslendingar eru nú ekkert vanir að vera í mótmælum og ég get sagt það sem kona með nokkra reynslu þrátt fyrir ungan aldur af mótmælum en mér finnst þetta bara ansi góður árangur að ná einmitt 7.000 manns á Austurvöll og laugardag eftir laugardag og oft í miklum kulda. Þannig að ég held að þetta sýnir, þetta er auðvitað hópur sem er að hafa uppi kröfu sem er svo auðvitað líka uppi miklu víðar en bara á Austurvelli og fólk er að kalla eftir lýðræði og breytingum. En hvað finnst ykkur þessar aðferðir sem notaðir eru eins og að kasta eggjum og ráðast inn í þinghúsið eða láta henda sér út og setja bónusfánan upp á Alþingi? Er þetta réttar aðferðir? Er þetta trúverðugt? Ég ætla ekki að dæma hvað eru réttar aðferðir eða rangar. Mér finnst þetta alveg brilljant að setja bónusfánan þarna. Það vakti kátínu. Það vakti kátínu og var mjög viðeigandi svona að vissu leyti og En hvað þýddi þetta? Hvað þýddi þetta? Þú ert ekki svo vitlaus að ég þurfi að segja hvað þetta þýddi. Alþingismenn eru til sölu, allt er falt fyrir nóg fé, allir eru á útsölu, þú getur túlkað þetta eins og þú vilt en þetta er svona sirkabát meginlínan í þessu. Já. Og eggjakast, ég meina... Eggjakast er eggjakast? Hvað er með eggjakast? Það er spúlað af og svo er það búið. Kostaði okkur milljón að þrífa það? Kostaði okkur milljón, það er nú bara, það er varla dropi í þetta ósegjanlega stóra hafa af sukki og svínarí sem að hefur opinberað yfir staði fyrir nú utan það sem að útrásarvíkingarnir hafa staði fyrir. Þannig að ég er nú minnstar ágjör 1 milljón til þess að þrífa egg. En finnst þetta er bara borgaraleg óhlýðni og svo lengi sem fólk verður ekki fyrir skaða, þá finnst mér það í lagi að fólk sýni ákveðna borgaralega óhlýðni og mér finnst hún geta auðvitað verið það er mismunandi fókus. Það er svona, má deila kannski fókusin í því að fara upp á þingpallana og byrja að púa þegar Sif Friðleifsdóttir er í pontu. Það er svona, maður spyr sig en til dæmis það er mitt að flagga bónusfánanum með mjög tákgræn aðgerð, þingmenn til sölu og á frekar lágu verði. Þannig að Þannig að þú hvetur til eggjakasts? Ég myndi ekki segja það, en ég hef fullan skilninga á fólki sem sýnir borgaralega óhlýðni og mótmælið sem þessi getur þetta verið mjög tákgræn og sagt mikla sögu. En finnst ykkur þetta vera skrítin tími, upplifið þetta sem svona... Þetta er mjög skrítin tími og svo grípi nú aðeins samt inn í þetta með hvetja til eggjakast. Það er ekki reynilega hvetja til eggjakast og ég er nú á því að eggjum væri nú betur varði í smáköku svona akkurat þessum tíma en þetta er algjörlega saklaust. Ég sé ekkert aðeins í sjálfu sér. Á meðan það er ekki ofbeldi, hreint og beint ofbeldi og svo getur maður náttúrulega deilt hvað er ofbeldi og hvað er ekki ofbeldi. Það er einhver strik sem eru misjafnlega eftir hvernig hausinn er á fólki og svo er náttúrulega allavega 7 útgáfur af sannleikanum þegar kemur að ofbeldisaðgerðum eins og til þess með lögreglustöðina og svona hvað gerðist raun og veru, það veit enginn. Við höfum þessa útgáfu hérna og allar hérna en það hefur ekkert alvarlegt gerst hérna, við horfum bara til Grikklands, ég meina það er ekkert En er löggan að bregðast rétt við? Að miklu leyti, ekki öllu leyti eins og þarna við lögreglustöðina, ég held að ég var nú að koma á Austurvelli og ég geymdi bílinni fyrir Hlemm við hjónin. Ertu mikil vitni í málinu? Þú varst þarna fremst, er það ekki? Ég datt ekki inn dyrnar. Ég kom svolítið seint, það var nú liðið hjá mestuleiti, lögga var komin út á tröppu. En þeir hefðu náttúrulega þurft að vera komnir þangað miklu fyrr, eða allavega einhver frá þeim að tala við, ég segi það ekki. En þannig ég veit svo mikið með akkurat það atvik hvernig það var, hvort þeir brugðust eitthvað seint og illa við þar. En að mestuleiti hefur mér fundist bara mest að furða þegar það var lægt alveg helling á mjög skömmum tíma. Já, þeir hafa gert það nefnilega. Já, þeir hafa
hafa hantera þetta bara mjög vel, oft og tíðum verð ég að segja, en ég tek undir með Ævari sko, á þess að ég er ekki að hvetja til ekkjakasts og dreyja ákveðna línu við ofbeldin. Ég skil það að fólk vilji sýna vanþóknun sína á stjórnvöldum með svona táknrænum hætti. Hörum aðeins hérna í þessar hækkanir á olíu, áfengi og tóbaki, einhvers staðar verður náttúrulega að fá peninginn. Er þetta réttar aðgerðir? Það má alltaf deila hvar áherslunar liggja, en þarna er einmitt verið fátækur ríkissjóður er að hefja ákveðnar skattahækkanir. Þetta er náttúrulega ekkert annað en það. Það er verið að leggja aukinn gjöld á þessa liði. Þetta eykur verðbólgu náttúrulega? Þetta eykur verðbólgu, kemur inn í neysluvísitöluna. Þannig að það er auðvitað líka spurning, en hins vegar alveg ljóst og við vissum það alveg þegar við horfðum á stöðuna. Einhvers staðar er það ná í peninga og það yrði skorið niður. Og þetta tvennt myndi fara saman, skattahækkanir og niðurskurður. Og við erum búin að sjá blóðufjarlög og nú erum við að fara að sjá skattahækkanir. Hvað segir þú, Ævar? Mér finnst alltaf að hækka gjöld á sígarettum. Já, sígarettum. Ég er stórreykingamaður. Ég er stórreykingamaður sjálfur og þetta kannski hjálpa manni að loksins að... Já, þú meina það? Kick the habit, sem að slettuna þess. Svo björstu hliðarnar á morgun. Já, maður verður að reyna það. Ég ætla ekki að fara að lýsa þess samt yfir hér í beinni að ég sé að fara að hætta. Jú, alveg til hamingju, Ævar, til hamingju. Ekki að lýsa því yfir. En ég ætla að reyna að hætta kannski eitt Jón Bráðan. Frábært hjá þér. Þetta var yfirlýsing. Þetta var ótrúlegt. Ég er svona að fara í pólitík. Já, þetta var mjög gott. En svo með áfengið, ég veit það ekki, Geir afsakaði með, eða Árni eða einhver var afsakaði með að áfengisgjöldin hefðu ekki verið hækkuð svo lengi. Ég meina, er eitthvað ástæð til að hækka áfengisgjöldin? Þau eru ekkit verðbólgutengt, þau eru ekkit eitthvað sem þarf að hækka eins og þú veist vegna aukins kostnaðar þá þarf að hækka áfengisgjöld. Þetta er ekki þannig dæmi. Þannig að við erum ekki hækkað svo lengi þannig að við erum sem að hækka það núna. Ég skil það ekki alveg og það er svona svolítið eins og sumir að vera að benda og það er eins og áfengi sé alltaf litið þeim augum að það sé alltaf að hækka það muni enginn segja neitt við því af því að þá fara allir að tala hvað er það hvetja til áfengisdrykkju. 90% þjóðarinnar drekkur áfengi svona á fullorðinsaldri, bara mismunandi mikið og illa. Og mér fannst það svolítið merkilegt eins og Kata sem er nú svolítið indæli stúlka á Alþingi ger 85 mínútur, fyrsta, önnur, þriðju umræða, nefndarafgreiðsla afgreitt til þess að koma í veg fyrir að þjóðin fara að hamstra. Mega venjulegir Íslendingar í kreppu, fleiri þúsund manns að missa vinnuna og svo framvegis, lækki launum og ég veit ekki hvað. Mega þeir ekki ná sér í jólavínið á gamla verðinu áður en þeir dundra þessu skatti á fólk? Hvað átt að þýða? Afgreiða þetta skjóli nætur Ekki benda á mig, ég stýri ekki þessu þingi. Þetta er frekar en nokkur annar. Það er alveg rétt. Þetta er gott, við erum að enda svona, þú ert áslega reiður. Nei, ég er í jólaskap. Svona er hann þegar hann er glaður. Já, nákvæmlega. En takk hérlega fyrir að koma. Ævar Örn Jósefsson og Katrín. Við erum að fara heim bara og haldið áfram að spjalla.